Númer 8, Stefán Pétur Gunnarsson. Númer 10, Alexander Jón Marsson. Númer 11, Helgi Karl Guðjónsson. Númer 13, Bjarni Ó. Valdimarsson. Númer 14, Sigurvin Jarl Ármannsson. Númer 18, Guðmundur Þóri Sigurðsson. Númer 41, Markús Björnsson. Og númer 46, Sturla Magnússon. Þjálfari starfsmennir Heimir Ríkarsson, Arnar Daði Arnarsson, Maxim Arnarsson og Óskar Bjarni Óskarsson. Og þá það lið fram, númer 12, Daniel Þór Guðmundsson. Númer 16, Viktor Gísli Hafninsson. Númer 2, Óðinn Þór Ríkarsson. Númer 3, Guðjón Andri Jónsson. Númer 4, Ólafur Ægir Ólafsson. Númer 7, Ragnar Þór Bjarnarsson. Númer 10, Arnór Rafn Gíslason. Númer 11, Dagur Snær Sigurðsson. Númer 13, Arnar Freyr Arnarsson. Númer 15, Róbert Árni Guðmundsson. Númer 19, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson. Númer 21, Aron Örn Heimisson. Númer 27, Sigurður Örn Björnsson. Og númer 47, Lúðvík Þorsteinn Hafninsson. Þjálfari starfsmenn Haraldur Þórðarsson, Rólandur Árni, Magnús Ingi Stefánsson og Særún Jónsdóttir. Dómarar þessa leiks eru Gísli Jóhannsson og Hafsteinn Ingibergsson og eftirlitsmaðurinn Guðjón L. Sigurðsson. Það var bara liðin að heilsast og ég segi einfaldlega góða skemmtun. Góða kvöldið og komið öll marg blessuð og sæl ágætu landsmenn. Við erum mætt í stórleik, ég segi stórleik Vals og Fram Íslandsmeistaratitil í öðrum flokki karla. Með mér í kvöld eins og áður engin annar en sjálfur landsliðsþjálfarinn kvenna Ágúst Þór Jóhannsson. Velkomin Ágúst. Takk fyrir kjalla. Jæja Ágúst, hverju megum við eiga von á hér í kvöld? Ég held að við séum bara að fara að sjá hörkuleik. Þetta eru tvö mjög sterk lið og vel mönnuð og Framar er náttúrulega deildarmeistarar og Valsmenn eru bikarmeistarar, þannig að þetta eru tvö gífurlega velmann og sterk lið og ég held að við fáum bara hörkuleik hérna. Ég svo að verði mikið hitt í svona leik. Já. Rennum eld snöggt yfir liðin. Valur í sókn. Í vinstra horni númer 11 Dagur Snær Sigurðsson og hér er sjálfur Dagur Ingason og hann gerir fyrsta mark leiksins. Við förum kannski betur yfir það á eftir. Þetta svo glæsilegt mark, það Arnar Freyr Arnarsson með sitt fyrsta mark. Þá heldur Daniel Ingason vinstra megin fyrir utan númer 6 hjá Val. Ímir Gíslason hérna með boltan á miðjunni númer 3. Númer 41 hægra megin fyrir utan Markús Björnsson og í hægra horninu sjálfur Sigurvin Jarl Ármannsson. Inn á línu trukkurinn Sturla Magnússon og Daniel en nafni hans í markið Fram, Daniel Þór Guðmundsson með glæsilega markið. Koma framarðir á seinna tempói, það vítakast. Ólafur Ægir sækir vítakast.
í liði Fram. Ólafur Ægir, títtnefndur, hægra megin fyrir utan. Óðinn Ríkarsson í hægra horninu. Á miðjunni Lúðvík Thorberg Arkelsson. Vinstra megin fyrir utan Sigurður Þorsteinsson og inn á línu Arnar Freyr Arnarsson. Í markinu stendur Daniel Þór Guðmundsson og í marki Vals Ingvar nokkur Ingvarsson. Ágúst, þetta fer vel að stað, það ótt að segja það. Já, mikil stemning á pollunum og vel mætt svo hefur verið allan dag hér og bara framaldi byrja í sinni 3-2-1 vörn. Það með Arnar þarna á baki gríðarlega hávaxinn og sterkan. Glæsilegt mark hjá Markusi Björnssoni. Þetta að flækjast fyrir manni hérna, íslenska tungan. Já. Lúðvík klippir Óla Ægirinn sem skýtur á markið. Nú inn í vörnina hjá Valsmönnum kemur sjálfur Þorkils Jón Svölu Baldursson. Grjótharður. Geta þess að tveir af okkar reyndustu dómurum, Gísli og Hafsteinn, eru á flautunum hér, frábæri dómarar sem að munu eflaust flauta hann að leik vel. Já. Og maður sér að það hart ekki stá strax í uppáði. Heldur betur. Það verður ekki vettlingatök hér í kvöld. Nei. Lúðvík á miðjunni, Sigurður Þorsteinsson leysir Ragnar Kjartason inn á vinstra horninu og Sigurður með glæsilegt mark af 11 metrum. Já, Siggi auðvitað gríðarlega góð skytta og sjáum þetta, hann fer upp að bara góða meti fyrir utan punktalínu og bara neglir sér netið. Sigurður, hann hefur ekki fundið sig, hann hefur ekki fundið fjölina með meistaralóknum Ágúst. Hann hefur ekki fundið hana, það verður bara að segjast alveg svo. Nei, Siggi hefur ekki, hann hefur oft verið sprækkari heldur hann kannski var í vetur en hann býr mikið í þessum strák og hérna ég hef tröll á trón. Já, það er bara þannig. Ég hef séð nokkra leiki með honum, hann var góður í bikarúrslitaleiknum í höllinni. Þar sem að Valsmenn bara sigur á framliðinu en hann spilaði vel í þeim leik. Það er nú verðt að minnast þjálfara. Ég meina, það er ekki smá teimi hér á bekkjunum, báðum megin Ágúst. Já. Það er ekki hjá framliðinu, það er sjálfur Haraldur Þorvarðarsson. Nú það er gamli markmaðurinn, landsliðsmarkmann Róland Ratse og svo erum við með sem liðstjóra eða starfsmann sé, það er líka markmaður Magnús Ingi Stefánsson. Það er ekkert öðruvísi, þetta er ekki smá reynsla þarna á Ágúst Jóhansson. Nei, þetta er auðvitað bara frábæri þjálfari. Halli hefur unni frábær starf hjá Fram í gegnum tíðina og síðastliðin ár og Róland auðvitað. Glæsilegt mark hjá Daniel Ingarsson. Hann er heldur betur að finna sig hér í kvöld. Nú, þjálfara teimi hjá Val, það er nú ekki að verri endanum. Ef við byrjum neðanfrá, starfsmaður D, það er engin annar en aðstoðar landsliðsþjálfari Kalla og þjálfari meistarans Vals, Óskar Bjarni Óskarsson, eða Óbó, eins og hann er kallaður í Pólandi. Vel varið hann. Ingvar hirðir þetta. Ingvar hirðir þetta. Étur þetta. Já. Nú, svo við höldum áfram. Flott vörð hjá Arnari Freyr og það er lína. Starfsmaður sé Maxim Abgashev Kómsins á Hlíðarenda, getur við sagt það Ágúst? Borisar Abgashev. Já, Bobo náttúrulega var lengi þarna hjá Val og hefur nú verið líka hérna á fjölnum og fleiri fjölum. Jú. Oft talað faðir handboltans á Íslandi. Jú. Það er mjög algengt að það kalla það. Starfsmaður B, Arnar Daði Arnarsson, sigur í loftið og maður skorar. Glæsilega gert hjá Sigga, hann er greinilega, hann ætla sér ekkert annað en að fara með gulli heim til mömmu og pappa, það er algjörlega ljóst. Já, það er alveg deginu ljósa. Það er svona gullglott á honum, sýnist mér, sveimir. Já. Starfsmaður A, nýgræðingurinn, Heimir Ríkarsson, Ágúst Jóhansson.
þú þekki betur til hans heldur en ég. Já, Heimir náttúrulega nýr í þessu, náttúrulega nýbyrjar í þessari þjálfun. En Heimir auðvitað gríðarlega reyndur og góður þjálfari og þekkir þetta algjörlega inn og út. Það eru fáir á Íslandi sem hefur að spila eins marga úrslita leiki í yngri flokkum á Íslandi en Heimir Ríkharðsson. Já, náttúrulega búin að fara í gegnum marga sem þjálfari og ekki síður sem leikmann þegar voru að spila þetta í den. Nei, hvílík markværsla hjá Dan. Kemur Lóði með fína sendingu. Lína, Hafsteinn með þetta allt í teskinu. Já. Hann er vakandi, hann er vakandi. Já, en Heimir er búinn að vera náttúrulega mjög lengi í þessu og frábær þjálfar og hefur verið í mörgum að úrslita leikjum í gegnum tíðina og eins og ég sagði náttúrulega var frábær leikmaður á sínu tíma. Mikið hraðaflaus maður. Já, kemur Kæra hjá framhjörunum. Sigurður. Glæsilega spilaði en Ingvar er búinn að loka búrinu. Það er ekkert öðruvísi. Ingvar með sem þriðja bolta, hann er bara að loka búrinu og lyklarnir eru bara einhvers staðar niðri upp á Álftanesi. Já. Á þeim góða stað. Staðan, enga síður, 4-3 fyrir Framara. Þeir hafa verið að spila feikilega vel á þessum fyrstu 7-8 mínútum. En Valsarnir geta jafnað þetta. Ímir á miðjunni, Daniel Ingason, vinstramenn, fer í loftið, hótar, glæsilega gert, opið með skoti, Ímir í loftið. Hann klárar þetta ekki í neti. Daniel Þór Guðmundsson er algjörlega að fara hamförum hérna í búrinu fyrir aftan sterka framvörð. Daniel er komið 5 bolta varða hérna bara á fyrstu 8 mínútum. Já, þetta er bráð efnilegu strákur. Hann er bara svangur í gull, ég held að það sé ljós. Algjörlega, þeir verða gríðarlega vel mótiveraðir og einbetti framarður hérna strax í upphafi. Engin smurð. Kemur pláss, skipti, klipping fyrir Ólaf Ægir. Hvað gerir Ólaf Ægir? Ímir borðar hann. Heldur helst til og mikið, svona teikar hann. Já, það er alveg óþarf að taka hann í einu bita og... Jó, það er rétt. Aftur, pláskipti, kemur Sigurður. Já. Ímir, það liggur eitthvað illa á Ímir, ég veit ekki alveg hvað. Hann er bara grimmur kallinn. Hann er grimmur. Menn ætla sér bara, þetta er síðasti leikur Íslandsmótsins, menn ætla sér bara, það verður allt skilið eftir hérna á parkettinu í dag. Það er algjörlega ljóst. Það verða, starfsmenn íþróttahússins verða í næturvinnu að þrífa gólfi hérna. Það er bara svo. Það er bara ljóst. Kemur Óðinn, hann er komin út fyrir. Nei. Það er grjóthörð vörð hjá Valsmönnum. Óðinn að gera fína hluti. Hendi fyrir að fara á loft núna, þeir eru í vandræðum. Kemur Óðinn aftur. Fer á Þorgils, hann tekur það bara, Fín vörð hjá Þorgils. Illa valið færi, þetta er ekki færi. Þetta er ekki færi. Óðinn er einn og ekki neitt og hann á ekki að vera að skjóta á 12 metrum. Hann á bara að koma í ára sér og reyna að vinna menn. Já, ekki spurning. Kemur Ímir, spilar út. Góðu varnarleikur í Ólaf Ægir. Góðu varnarleikur, gríðarlega góður, en enga séu við að spila á vössum. Þeir klára þetta í netið. Það er bara svoleiðis. Sigurvin Jarl með sitt fyrsta mark. Pappans, gamall og góður línumaður. Ármann Þór Sigurðs, hvorki meira en minna. Það er boðið upp á harmoníku hérna í Áramótaskarðinum í kvöld. Flott vörð hjá Daniel Ingasyni og Ólaf Ægir hreinlega heppinn að fá ekki sóknarbrot á sig. Sigurður með boltan. Lúðvík. Hvað gera þeir? Ólafur Ægir í árás. Hann tekur það og skorar. Glæsilegt mark í Ólafur Ægir. Yfirvegaður, rólegur. Setur hann í, getur við sagt markmannshornið, Ágúst? Já, við getum sagt það, en hann er svona
á mjög góðu tempó sem hann að skjóta þessu og Ingvar var bara farinn. Já, fór helst til að stemma kannski. Á miðun komið Bjarni og Valdimar. Gríðalegt efni. Bjarni hrikalega flottur og heldur betur framtíðamaður hjá Val. Engin spurning. Já, heldur áfram. Já. Koma þér áfram í Kaíró. Kaíró, það er bara íslensk Kaíró. Já, fín hreyfing hérna. Ok, setur hann inn í vinstra hornið. Já, flott. Hann hangir inni. Mark. Hann lafir maður. Krúsi að skila þessu í neti. Krúsi bara búin að gera fína hluti þetta núna á fyrstu 12 mínútur leiks. Já, með 2 góð mörk og vinna virkilega vel. Hann að treysta fótunum vel og að vinna vel fyrir bara liðsheildina. Og bara hendi sér eðuna þarna eins og í þessu dag. Skilar sér neti. Koma framar hann. Geta komist yfir. Enn á ný. Óðinn leysirinn. Þetta er strik. Já. Þetta er hárrétt í Hafsteini. Þetta er bara rétt. Þetta er hárrétt í dómur. Ágætt að spila á framarum enga síður. Já, Ímir búinn að fá smá hvíld. Glæsilega gert hérna. Arnar Freyr Arnarsson verður bara að teljast heppinn hreinlega að fá ekki rauða kortið. Þetta er mjög gróft brot. Það verður bara að segjast alveg svo. Þetta er bara glæfralegt brot og hann á ekki séns í að stoppa hann þarna. Og Ímir bara, ljón heppinn að meiðast ekki verð, hreinlega. Þetta er trukkur. Já, þetta var góð hreyfing Ímir. Virkilega vel gert. Valdaði strákur hann Ímir, mjög svo. Á punktinum, Helgi skýtur yfir marki. Þetta er bara slagt víti á. Já, hann ætlaði bara að setja hann hérna í kringum hausinn á markmannum en það gekk ekki betur en það, hann fór yfir. Já, hann fór reyndar í netið en það var öryggist. Það er mínu útgáfa af Baldur í bongo hérna hjá Völsunum upp í stúku. Er það rétt, Ágúst? Já, ég sé að Baldur er ekki en það er þarna mikil stemning, harmonikka og trommur og alla græður. Stemningin er algjörlega til fyrirmyndar hérna. Algjörlega stórkort. Mætingin frábær, hér er örgulega hátt í 800-900 manns og frábær stemning. Já. Það er bara svona. Sett hann í lofti og spil! Glæsilega gert og markvistar ekki síðri hjá Ingvarsinni. Takk fyrir. Já, Ingvar alveg splittar hérna mjög vel á hann og vel spila hjá Framarónum og Óðinn óbinn að klára þetta ekki en Ingvar er vel með á nótunum. Valsmenn einu færi, Ímir leysinn á línu. Daniel í loftið. Ég skil vel hvað hann var að hugsa. Send ekki slök enga síður. Þeir farið sama kerfi aftur, regnaði með. Já, Ímir sækir hérna frá. Leysir frá. Daniel í loftið, hann tekur það, klárar þetta í nættið. Það er bara þannig, fjárhóttið. Glæsilega spilið af Valsmönnum. Og Daniel rekur endan út í náta. Smíðs höggið eins og þú segir. Já, þetta er frábæla slúta og þetta er frábæl leikmaður og ég hef svona, maður átt kallað þetta í að maður vilja sjá hann spila meira í raun og veru bara hjá meistarloknum hjá Val. Mér finnst hann algjörlega gríðarlega góð skytta. Hann meiddur í úrslitakefni, skar fyrir skildi fyrir Valsmenn. Já. Það er bara þannig. Ég menn það er bara svo mikið svo. En einu sinni í lofti það, glæsilegt mark. Framarar, þeir eru komnir í sirkusinn bara. Það vantar bara fíla, abba og slöngur og þá er þetta bara klárt. Já, við erum nú hérna á Sölunum félagarnir, þannig að en ef við sjáum þetta, það er hérna gríðalegur hiti í þessum leik, gríðalegur hiti. Já, góð vörn, glæsileg. Sjáum að valsararnir eru framarnir og komnir enn framar á völlin. Ok, eru mjög aggressívi framarnir. Daniel. Fríkaskref. Já, góð varnarleikur. Þeir eru aggressívari núna framarnir. Já, Arnar kemur hérna hátt upp í svæðið.
Glæsilegt. Vel var ég á Daniel, en Framar ekki vakandi fyrir frákastum. Hvað, Daniel kom með 4 mörk Daniel á 4 mörk. Já, spila vel hérna á fyrstu 15 mínútu leiksins. Valsarnir komnir yfir í fyrsta skipti í kvöld. Lúðvík stillir upp. Já, kemur Ragnar Þór Kjartansson fyrir utan. Já, á að klippa Óla Ægir. Já, flott reyfing hjá Lúlla og glæsilega spilað. Vel gert hjá Lúðvíki hérna og Arnar klárar þetta. Mjög vel spilað. Framarðir aðalagilegt, vel gert, glæsilegt mark hjá Helga. Helgi svona aðeins fengi smjörfiðin að því að vera í meistaraflóknum. Var í hóp nokkra leiki hjá Völsur núna í úrslagkeppninni. Já, hann mjög fljótur og áræðan hóttamæður. Já, framtíða leikmaður á Hlíðarenda. Lúli kemur, glæsilegt skot, opið með skotið. Valsmenn keyrir baki á Framar. Kemur í mér. Já. Já. Fín vörd hjá Framar. Framarði konið inn í 6-0 ákvæmst núna. Já, þeir eru aðeins að falla aftar og þeir hafa verið í vandræðum með Daniel og Ímir hefur svo sem verið að búa til góða stöður líka. Ekki spurning, kemur Ólafur Ægir. Ímir í loftið. Fín vörd hjá Sigurði. Mjög góður. Virkilega góð vörd. Spurning hvernig Valsarnir bregðast þessu. Kemur Daniel á miðjuna. Sturla kemur út aftur. Kairó. Sækja breytt. Ímir maður á mann. Klippir Daniel og Daniel enn og ný. Fín færi en hann skilar sig ekki í netið. Koma Framarðir, öðru tempónu. Ég er bara ósammála þessu dóm. Já, ég sá þetta ekki nógu vel. Það er stundur svona. Já, það eru 2 mínútur. Það er bara 2 mínútur. Hann hefur sagt eitthvað sem hann átti ekki að segja. Málið er bara það, stundu hann hikar og svona feikar sendingu og það er ofta tíð sem að dómar láta grípa sig og dæma skref. Já, en þetta getur verið dýrt að fá 2 mínútur fyrir að vera mótmæla dómi og sérstaklega jöfnum leik og þetta eru jöfn lið og menn verða að passa sig. Já, algjörlega, algjör óþarfi. Þeir eru öðru sinni núna bara á fyrstu 18 mínútur sem og Ímir leysir inn, Daniel í loftið. Hann er opið skoti núna. Þetta er dýrt fyrir Framarana að vera mikið einu færri. Við erum búin að vera núna 2000 einu færri og Valsmenn sem kannski ekki nýta algjörlega. Nei, þetta var ekki nægilega vel spila núna hjá Völsum. Ég vil sjá Daniel koma hans betur á boltan. Já, kemur núna Þorsteinn Gauti Hjálmarsson inn á miðuna hjá Framurum. Gríðarlega sterkur strákur. Þetta er nú arfaslug sending hjá Ólafur Ægir. Þetta er kærulegs að sleppa þessu. Einu færri. Þetta er dýrt. Valsarnir róa þetta niður. Þeir ætla að koma þessu, skila þessu heim. Draga frá Ímirinn á línu. Daniel í lofti, spila honum vel yfir. Sigurvin bara, hann var lagður á stað tilbaka. Framarðir stíga vörðin ágætlega núna. Mæta þetta. Daniel klárar þetta í netið. Þetta er glæsilegt mark hjá Daniel. Það er með Daniel komið með 5 mörk og þetta er erfitt fyrir markvörð Framar eiga við þetta. Hann standa illa á höndina á honum og hann getur illa stólað á blokkina. Daniel gerir þetta mjög vel. Það er bara erfitt að eiga við hann á strák þegar hann er í svona ham, Ágúst. Það er nú bara þannig. Já. Jæja, koma Framarðir, Óðinn. Reyna að geta upp tíman, borða tíman.
Nei. Það er framhandi fullskipaði, Ragnar Leysenlíni, fínt, vel gert. Já. Gísli dæmi víti. Þetta er hárrétt, víti og gult, hárrétt, það er bara vel dómur. sótt hjá Þorsteini Gauta. Já, mjög gott, góð hreyfing. Já, ég held að það sé kallaði Gauti. Óðinn Þór Ríkharðsson, hann fer á punktinn. Hvað gerir Ingvar Ingvarsson? Sæll. Já. Sæll í gær. Þú verður þetta ekki þarna, það er bara ekki flóknar. Nei. Óðinn er gríðarlega góð vítaskiptur. Já. Framar er ekki á flæðiskeri statu með vítaskiptur í meistaráluna minnstu kosti. Með Garðar bankastjóra sem að klikka valla víti og svo Óðinn líka. Þetta er náttúrulega valla mennst. Já, lesi 4-2 valsverðar. Vel spilað. Glæsilegt. Markus sækir á það. Erfitt skot. Já, þetta er rétt. Bjarni Ólafur kominn á, eða Bjarni, er ekki Ólafur, ég man það ekki. Bjarni kominn á miðjunu hjá Valsmönnum og Daniel fær aðeins að blása. Ímir vinstra megin. Hvað gera þeir? Það er Kairo, Sturla kemur út. Markus sækir á það. Þetta var erfitt skot. Daniel las þetta. Það er að koma bara svolítið ákvæðir á marki, hann er að koma dribblandi og... Þarf hann ekki að treysta fótónu betur bara. Siglu marki á Sigurði Þorsteinsinni. Þeir jafna leiki framara. 9-9 eftir 21,5 mínútur rétt rúmlega. Þetta verður rosalegu leikur ákvæmst. Ég held að þetta verður spenna alveg fram á loka sekundur og gæm hann ekki óvart ef þetta myndi held í framlengingu en kemur Sturla, blokkering. Svo kallar Minsk, þetta var Minsk ákúst, getum við ekki sagt það? Minkurinn, Minkurinn. Fínar árásir þarna, kemur Ímir, Marman, Siggi klárar hann, Gauti kemur í góða hjálp. Ímir ekki sáttu með Markus þarna, vildi fá hann með. Kemur árás, Bjarni. Tæpur, hann var tæpur. Helgi fór ekki inn, Ímir í árás, fín vörn, nei, hvað ætlaði? Gísli held ég var. Guðjón Leifur róar Heimi og Heimi Rikk, einhver æsingur á bekknum. Koma þér í veg, stillu upp, kemur Markus. Nei! Í Samúel, takk fyrir. Þetta var svakalegt skot. Markus. Og þá fer harmonikan að staða. Framartið þeirra að svara þessu. Gauti á miðunni, Sigurður Þorsteinsson vinstra megin, Ólafur Ægir hægra megin. Kemur Júkafæsla, svo Gullu, klipping fyrir Ólafur Ægir. Gauti í árás fyrir lofti, hann kýla sér netið. Þetta er vel spilað framartið. Gauti bara kom mjög sterkur inn eftir að koma inn og svona þá aðeins meira flæði í sóknarleikinn og gott mark hjá hann. Þessi strákur, bara mjög flottur, uppalinn í Þrótti ef ég man rétt og kom til framfyrir, 2 árum síðan og er bara að stimpla sig alltaf betur og betur inn í framliðið. Við sjá að Valsar er búin að skipta markmann. Guðmundur er komin í markið, Ingvar ekki alveg fundið sig. Nei, hann varði 3 bolta og er hárrétt breyting á Heimi. Daniel vel frá Daniel. Koma framartir í baki á þeim. Daniel er búin að vera í 8 bolta. Búin að algjörlega skila sig. Gauti. Ok. Sá ekki hver braut að Gauta en hann var nú heppinn að hanga inni. Já, ég held það. Ég treysti dómur og leiksins fullkomlega fyrir. Það var mjög góð tök á þessu. Algjörlega. Hann kemur aftur, Júkafæsla, Sigurður kemur hann að miðna, Þorgils mætir hún. Kemur ekki klipping núna, Siggi, þetta er bara vel spilað á framur hún. Þeir eru agaðir, þeir eru þolinmóðir núna. Mjög svo. Spila vel út úr taktíkinni, mjög vel gert. Fína tímasettingar á sig á þeim og Sigurður komið 4 mörk. Siggi bara búin að spila virkilega vel, hann er að treysta fótónum bara hrikalega vel hérna.
Sér þetta mark hérna hjá honum, þetta er bara, þetta kemur beint úr hælnum, það er bara þannig. Leysir Helgin, Óðinn, tekur full hressilega á Daniel þetta. Færa launin guldspjald, það er bara svoleiðis. Það er bara eins og vorum að tala um á að menn ætla að selja sér dýrt hérna, það er bara algjörlega ljóst. Það er bara svona, það verður allt skilið eftir eins og þú sagðir orðrétt þetta. Algjörlega. Leysir, Helgi er á leiðin að leysa inn á minnstakosti. Sturla, Daniel, Sturla, fína blokk, Daniel óuppið með skotin hjá sér. Já, ég sammála því. Þetta eru ágætis færi sem hann er að fá. Glæsilega gert Ólafur. Og Daniel er rekinn út af 2 mínútur. Ekki sáttur, Ég held að þetta hafi alveg verið rétt að reka út á. Já, ég sá ekki hver það var. Mér sýndist að vera Helgi í vinstra hornunni sem að brauta á hann. Já, það getur verið að hann er rangur maður hugsanlega. Rangur maður á röngu tíma. Já. En hann er í réttu húsi. En svo Bubbi söng hérna árið. Hvað gera Valsmenn einu færi? Það er fyrst skipti í fyrirháleik sem að Valsmenn eru einu færi. Framarðir leiða 12-10 og rétt rúma 4 mínútur. Já, fríkast. Sjáum hvað þetta er fljótt að gera sko, framarðir bara 4 marka sveifla bara. Sigurvin. Valsmenn mega illa við því að vera án Daniels. Hann er lykil maður í þessu liði. Þetta var nú vel gert hjá Bjarna og bekkurinn hjá Val ekki algjörlega sammála þessu dóm. Nei. Bjarni með góða hreyfingar. Flott hreyfing. Við erum komið út fyrir Bjarni minn. Fínt. Framandi klippa í mig alveg út. Með Markus í loftið. Glæfralegur bolti. Glæfralegur. Sammála því. Þetta er vel gert hjá Ími. Alveg virkilega vel gert. Hann skilja þessu bara ekki netið. Danni er bara að loka ágætlega á það og samaskap er hann að skila 8 boltum á þessum fyrstu 27 mínútum, Ágúst. Það er bara virkilega vel gert. Hann er bara að standa sig mjög vel og mér fundist varnarleikurinn svo sem hjá Frömmunum líka vera bara sterkur bæði sérstaklega eftir að fóru niður í 6-0 og svona þegar hann náða þétta þessar aðeinar. Algjörlega. Þetta er slög send ekki Ólagi. Framarði byrjuð 31 Ágúst. Það er svona þeirra vörn, það hefur verið þeirra aðalsmerki kannski í vetur. En þeir hafa á köflum verið að fara niður í 6-0 vörn og það hefur bara lukkast ágætlega og það er það sem kannski er að gera svona. Já, nú koma þær aftur út sko. En eru þeir ekki bara meðan þeir eru fleiri, ég held það. Já, þeir pressa út á Ími og hérna svo fara þeir aftur í skotgrafirnar. Já, er það ekki? Ég myndi halda það. Já, nú fyrir Daniel að koma aftur inn á eða Sturla væntanlega inn á línu. Já, Sturla kemur inn. Og það er leiklíu Heimir. Valsmenn taka leiklíu. Ágúst, þetta er búið að vera hörkuleikur. Algjörlega hörkuleikur. Já, það er bara hart tekist á og hérna bara heiðarlegur og flottur leikur og dómgæslan búin að vera mjög góð og hérna það verður barist hér fram á síðustu sekundu. Ég held að það sé alveg ljóst. Þetta eru 2 hörkulið, Ágúst. Það er ekki spurning. Nei, þetta eru vel mönnu lið eins og við farið áður yfir og margir að spila í Ólistildinni og Markarsson hefur svona verið meiri frammegin og það er kannski það sem skilur hvað mest að og Valsmenn hafa kannski verið pínu ofnir í hérna sínum færum. Bæði Ímir frábara fintu á hann en ofin í sluttinu og Daniel búinn að vera ofin með 1 skot en hérna ég held að við fáum þetta verður barast fram á lokasekundu. Það er engin spurning. Ég get tekið undir það með þér, Ágúst. Það er gaman að sjá hvað þjálfarateimi Vals hefur stilt upp í timeoutinu. Það er nú ekki smá handboltagreind sem er á bekknum hjá Val hérna í kvöld. Já, frábæri þjálfarar og svo sem í báðanliðum og hérna og maður sér það að vinnan þeirra er góð en það liðin vel skipulega og spila góðan handbolta hér. Já, við getum verið saman á það. Það er búið að vera frábær handbolti hérna í kvöld. Framarði koni aftur í 31. Já, en þá aggressívari með.
góð varnarleikur. Já, virkilega góð varnarleikur. Sæll maður. Aja. Hann sennilega fær nú 2 mínútur. Nei. Það ég veit ekki hvernig ætlar að velja í 2 mínútur. Það Markus sem að fær. Markus var 2 mínútur. Daniel held ég bara líka heppinn að sleppa þarna. Já. Það er gaman að þessu hjá Halla að fara aftur í 31 vörðin Ágúst. Já. Hall sókndjarfur og þeir bara koma aðeins framar á það og hérna Óli aggressífur í hægri bakverðinum og Siggi mjög sterkur hérna og vinna vel á fótunum. Já, Gautir virkilega flottu verið framan. Kemur Daniel, Ímir. Já, Sigurvin. Já, vel spila, Sturla verið að klára þetta. Þetta ágætt svört hjá Lúðvík hann líka. Já, góð, hann vinnur vel en ég vilja sjá Sturla bara klára hann. Sturla frábær línumæður og hann á að klára hann mjög sterkur undir öðlum kringustum í þessari stöðu með menni í hliðinni og stíga búa sér til pláss. Hann mjög öflugur sóknarlínu. Gerðu þetta vel Valsmenn, náðu að búa til fínt pláss þarna, einu færri. Búa til gott pláss og Sturla hefði undir öðlum kringstöðu segir, hann hefði þetta skilað þessu í neti. Algjörlega. Já, það er harmoniku, okkar maður á harmonikuna, hann að heldur betur að gera sitt. Já. Já. Daniel klippir Íminn. Daniel aftur á flatavör. Þetta vel spilað Daniel, Sturla. Gott slútt og vel spilað hjá Daniel inn á línu og Sturla klárar þetta vel. 13-11 og rétt 50 sekúndur eftir að þessu fyrri hálfleik. Hvað gera framar? Þetta er einu fleiri, geta komið sér í 3 marka fórskot. Gauti leysir inn, Sigur í árás, spilar yfir á Óla Ægi, aftur yfir á Sigur, setur hann í hotnið og glæsileg markværsla hjá Guðmundi. Guðmundur komið þetta. Fínt færi sem framhaldið sköpustur hann. Ragnar ópen í skotið og vel varið hjá Guðmundi. Já, hann bara mæti vel á hann, stendur vel á hann og yfirvegar, mjög vel varið. 20 sekúndur eftir. Mikilvægt fyrir Valsmenn að reyna að fá mark núna og minka þetta niður í 1 mark. Allavega skila þessu þannig að þeir fá ekki mark í bakið. Sýnist þeir það svona alltaf að halda aga á yfir hún. Daniel kemur. Sigurvin Jarl, Daniel verða bara í loft. Góð vörn, mjög góð. Virkilega góð vörn. Bara fríkastu eftir. Það spurning hvað menn gera, hver tekur það? Þeir ætla að senda bara leikmann inn á síns mér, Valsararnir. Þeir senda bara Alexander Jón inn á. Það er einhver miskilningur held ég hér hjá fram áhorfendum að það megi ekki skipta inn á, en það er rangt. Það mátt skipta sóknarmanni. Það mátt skipta einum sóknarmanni, en varnarliðið má hins vegar ekki skipta einu leikmanni. Já, rétt. Hann að fara í einhverja, sæll. Þetta var vel. Það var vel gert. Eru þeir með sér mann í þessu Ágúst að taka? Það er mikið skottækni, þetta var vel gert. Virkilega vel gert. Góð tilraun. Hann hefur ekki stigið inn á völlin fyrir bara núna. Ég veit ekki hvort að fá skráð með þessa mínút eða sekundur eða leiktíma að búin. Já, ég veit ekki hvernig það er. Herðu, en það er komin hálfleikur og staðan í hálfleik 13-11 fyrir Frömmurum. Við höfum bara vona á mikið skemmtun í seinni hálfleiknum. Engin spurning, þetta er gæða handbolti, sjáumst eftir örstuttastund.
í leik Fram og Vals. Framar að leiða eftir fyrri hálfleik 13-11. Nú, Framar að hefja leikinn í sókn. Eldsnöggt ef við fáum tækifæri til að renna yfir markaskor hérna í fyrri hálfleik eða eftir fyrri hálfleikinn. Sjá hvað gerist. Ólafur Ægir klippi fyrir Sigurð Þorsteinsson, spilar yfir á Lúðvík sem setur henni. Ói, fínt spil en Óðinn óheppinn. Nú, hjá Fram, Óðinn Þór Ríkharðsson með 2 mörk. Ólafur Ægir Ólafsson með 2 mörk. Arnar Freyr Arnarsson með 2 mörk. Og Sigurður Þorsteinsson með 4 mörk. Aðrir minna. Þetta eru markastunum hjá Val. Daniel Þór Ingason með 5 mörk. Spila virkilega vel hérna í fyrri hálfleik. Sjáum hvað gerist. Markus með boltan yfir á Ími, fín sending á Sturla, glæsilegt mark, vel gripi hjá Sturla. Frábær sending hjá Ími og frábæla gripi og slúta. Ímir, nei fyrirgeðu, Sturla kom með sitt annar mark. Daniel Þór Ingason, aðeins og áður segir, með 5 mörk. Markus Björnsson með 3 og Sturla með 2 mörk. Nú Ingvar byrjaði markinu, varði 3 bolta og Guðmundur Eyjólfur Kristjánsson kom svo í markið og varði 1 bolta. Góðu varnarleikur hérna á Ími. Og Daniel Þór Guðmundsson í markið Fram með 8 bolta varða. Nú, Daniel í lofti. Já, fín vörn. Engi smá trukkar að mætast þarna. Arnar Freyr Arnarsson og Daniel Ingi Ingason. Kemur ekki óvart að þessir drengir yrðu samherjar í A-landsliðinu seinna mér. Ágúst, þú getur tekið undir það með mér. Já, ég hef engin spurning. Þetta eru báði gríðilega vel þjálfaðir og menn í góðu standi og mjög góðir handboltamenn. Ég held að þetta sé hárréttur dómur í Gísla. Þetta er skref, ég er vel dæmt, ég verð að segja það. Mjög Gísli algjörlega vissi sinni svo. Já, þetta var bara góð dómur. Já, Ólafur Ægir fer bara á Sturla og lappar nánast framjá. Sturla sem annarlega skiptir út af milli varnar og sóknar. Náði ekki að skipta. Ólafur las það, fór beint á hann. Skilaði þessu netið. Framarðir áfram með 2 marka fórskot, 14-12. Nú. Það voru okkar stimpingar þarna, þetta er bara rétt í ástinni, bara takast í hendur og málið frá. Þetta er nú félagar í 20 ára landslið Íslands, þannig að þeir ættu nú að þekkjast ágætlega. Já, þetta var bara algjört óvilja verk. Er ekki mennin bara að takast á inn á vellinum eins og gengur að gerist í þessu? Þú þekkir það nú sjálfur frá því að þú varst í boltanum? Já. Koma valsarinn í Kaíró. Klippa Daniel inn. Sigurvinn. Þetta var glæsilega sending hjá Sigurvinn. Og ekki síðra slóti hjá Sturla. Glæsilega. Vel spilað af valsmönnum. Ótrúlega góð sending og Sturla yfirvegaður í slótinu. Já, Sturla kom með 2 mörk hérna. Fyrstu 2 mörk valsmanna í seinna. Gauti á miðunni hjá Framarum. Arnar Freyr kemur út fyrir. Kaíró spilar á Ólafur Ægir. Daniel, já, hann fer aðeins í treyjunum. Já, þetta hefði verið 2 mínútur í þriðja kvenna hérna í dag, eða fyrir í dag. Jæja, kemur aftur, setur hann í horni Óðinn, Óðinn í árás, yfir Ólafur Ægir, Sigurður Þorsteinsson, kemur í árás, fyrir loftið, hann klínir sér netti, glæsilega gert. Glæsilegt skoti á Sigga þarna. Ímir klippir fyrir Markus, sem klippir fyrir Daniel. Framandi komnir í, eru núna í 3-2-1 vörn, Ágúst, þeir voru aðeins að rúla milli 6-0 og 3-2-1 í fyrri hálfleik og það gafst bara mjög vel. Já, þeir hafa verið að varjera hans með hérna varnarleikin hjá sér en komnir núna í 31, við skulum sjá, fara valsmenn og spila Óleg hérna. Já, kemur Daniel, vel spila, glæsilegt. Sigurvinn með gott mark, vel spilað á valsmönnum. Sigurvinn með sitt annað mark. Já, afslappaður í slótunum, mjög vel gert hjá hann.
Hann teknískari heldur en pappi sem var í gamla daga, það alveg ljós. Já. Já, kemur Arnar Freyr, það Kairó, Ólafur Ægir, Sigurður Þorsteinsson. Hann skilir, nei, já, fín vörn á Þorkils. Fína boltalösa hreyfinga framum, kemur Gauti í árás, Sturla í vörninu. Er ég að miskilja þetta eitthvað? Nei, þeir eru grimmi núna, Valsararnir, mjög grimmi núna. Já. Kemur eitthvað framarandi stillu upp í núna. Kemur jókafærsla. Nei, Gauti kemur á þetta. Já. Aðeins að brjóta sig út úr skipulaginu núna framarandi. Já, þeir eru að halda í agan, þeir fara að fá hendina á sig, þeir eru að fljóta að koma sér í aðgerð. Flott vörn hjá Völsur núna. Hendi komin í ástinni. Þorkils mætir hún, maður Gauti klárur. Þorkils, já, ég ætla bara að segja það. Hann hefði verið heppinn að hanga inn á, en vel gert hjá Gauta. Þorkils aðeins og segir. Já, þetta verður hárrétt. Og Framarar aftur þá enn einu sinni einu fleiri. Já. Valsararnir voru einu færri undir lok fyrir hálfleiks og gerðu ágætlega þar. Sturla leysir inn á línu, Ímir kemur í árás, spilar á Sigurvin. Já, þeir eru skynsami Valsararnir, samanskapi góð vörn hjá Fram. Kemur árás, góð vörn hjá Framur, Daniel kastar sig fram, en Daniel nafni hans, mættur, hirðir þetta upp. Þetta er fyrirmynda hvernig Daniel vinnur þetta tilbaka. Algjörlega. Framarandi mjög aggressífi núna, mjög aggressífi, Sturla kemur út. Já. Fín vörn hjá Hvað er að gerast? Hafsteinn að róa Róland niður. Þessi rólendis maður, ég held að þyrftum ekki að róa hann niður. Jæja, Daniel, Ímir á miðinni, Sigurvin hérna fyrir utan. Þeir að vera löng svo. Já, hendinn fer að koma upp, Sturla leysir, móti bolta. Fín vörn hjá Frömmum. Það eru aggressífi Framarnir núna, mjög svo. Sigurvin sækir bara niður í hotnið. Þetta er erfitt, þetta er mjög erfitt. En mikil barátta, Ímir, Já. Svakaleg barátta. Hendinn er ennþá uppi, þeir verða að fara bara beint í skot, Framar náðu aldrei kontról á boltanum. Já. Stillu fyrir Daniel. Hann setur, já. Nafnas, Ingason, klárar þetta. Já, það er bara ný sókn núna. Valsararnir, já, getur sagt bæði hefnir, en svona, kannski klókir. Jæja, Daniel kemur í árás. Já, þeim skoti á sér. Já, mjög, ég er sammála því, en ég finnst þetta full snemmt. Mér finnst þeir að spila mannin inn og gefa sér meiri tíma. Það er meiri skynsemi, en frábær skot. Full mannaði núna, það voru 5 sekúndur þeir eru full mannaði. Þetta er allt og fljótt. Já, ég með þeir voru með nýja sókn og bara fá mannin inn og... Þetta eru ungi strákar, þeir eru læra þessi strákar. Jæja, það gerir fram hann, Lúli kominn á miðjun aftur. Jókafærsla, Sigurður, kemur í árás, Ímir klára hann og Ólafur Ægir. Óðinn kominn út fyrir, yfir á Sigga, Siggi undir þetta. Hann klínur sinni eftir, glæsið margir Sigur. Frábærlega skoti á Sigurði. Sigur bara spila vel hérna í kvöld. Já, hann er komið 6 mörk og bara búinn að vera mjög öflugur. Bæði vörn og svo. Valsmenn skipta aftur markmann. Jaha. Þegar Daniel Andri er komin í markið. Þetta er þriðji markmaðurinn sem að spreyti sig. Markastan er ekki búinn að vera samfarandi hjá Val. Já, vel gert Sigurvin. Glæsilega gert. Þvílíkt mark hjá Sigurvin. Sigurvin heldur betur að rísa upp í þetta seinna. Já, frábærlega slúta, mikil tækni. Það vantar ekki markmenn og liðarendamann.
Jæja, hvað gera framararnir? Stilla upp í kerfið. Sýnist Ragnar Sigur komin á miðuna, kemur í Árós, klippi fyrir Ólaf Ægir, Lúlli, uppi, skot, þetta var erfitt. Daniel Andri las þetta vel, koma fram Andri baki, Valsarni baki á framhjónum, fín Árós hjá Daniel. Oj. Vá. Það fíkur ykkur út af núna, ég held að það sé. Já, ég hefði hallast að ruðning hann, en Það er Arnar. Þeir völdu bara eitthvað annað, ég heldur að ekkert sé hvað gerist. Arnar Freyr. Já. Ég held. Nú þurfa Valsmenn að nýta þennan kafla vel, nú verður einum fleiri næstu 2 minna. Þeir þurfa að nýta þennan kafla vel og reyna að jafna leikinn. Já. Þeir gerðu ágætlega í fyrri áleik, þeir voru einu fleiri en kannski gæti voru opið með skot. Daniel í lofti. Vel spilað. Sigur búinn að funna eitt og hann klárar. Glæsilegt mark hjá Sigurinn. Ég sé að skora sitt hvað? 4. mark. 3 í setna. Já, þetta var mjög vel spilað, góður undirbúningur og Daniel bara yfirvegaður á boltanum og Sigurinn klárað, hann er búinn að vera frábærinn í kvöld. Já. Ólafur Ægir í loftið. Já, skýtur yfir. Já, hann er með 3 menn fyrir frá hans í blokkarna og bara óagað. Já, þeir þurfa að snæða tíman betur þarna, þeir eru einu færri. Engi smurning. Fer og fljótt í aðgerð. Já, hvað gera Valsmenn núna? Ímir leysir frá, fer nú línu, Daniel í loftið. Þetta er virkilega vel spila, en Sturla óheppinn með skoti. Já, það var vel spilað, óheppinn í slótunu, glæsilega spilað. Ríkalega vel spilað hjá Daniel Ágúst. Já, hangir á boltanum og bara rólegur með boltan, þetta er mjög vel gert. Já. En þessi strákur er að fara að sína svona þroska og svona yfirvegun og yfirsýn. Þá er hann að fara langt þessi strákur. Já, engin spurning. Pappans var nú góður, Ingi Rafn á sinni tíma og Daniel áttur að ná langt í þessu, það er engin spurning. Ég fullir það, hann verður betri en pappi sinn. Nei, herðu. Þetta var sérstakur dómur, en jæja. Vel grün. Nei! Já. Ég held að þetta sé hárrétt. Ég veit ekki spurning með dóminn hérna undan, en þetta var hann sem er hárrétt. Þú ert sérfræðimenntaður í dómgæslu, þannig að ég ger ekki annað en bara að styðja þín ákvörðun. Já, geta Vals með jafna leikinn. Helgi á punktinum. Helgi með eitt mark. Hann skilar sín eftir, komið 2 mörk. Öruggur. Það er akkurat þetta sem vorum að tala um á hann, þessi kaflar í svona, það sem að liðin eru þetta jöfn og þá eru þessi kaflar 6 og 5 gríðarlega mikilvægir bæði yfir undirtölunni. Og Valsmenn unnu þennan kafla 2-0 og það er bara hrikalega mikilvægt og eru búin að jafna þetta. Já, spurning hvernig framarðið svara þessu. Sigurður í Árás, Ímir mætir honum. Ólafur Ægir, Arnar Freyr biður boltan að línu. Hann hefði nú getað mjakað hann sem línu. Já, ég er sammála því. Vel varið þarna hjá Daniel. Virkilega. Kom ágætt inn í þetta Daniel. Já, hann má taka 2 bolta núna og markastan er ekki nema sko 6 boltar hjá Völsunum í þessum leik. Sigur í Árás. Sigur Þorsteinsson, hann heldur bara áfram sem frá var horfið. Já. Sigur komið 7 mörk, hann má spila mjög vel. Það er spurning hvort að Valsmenn bara þurfir hreinlega að fara að plúsa hann. Hann er hættulegasti maðurinn hjá þeim. Það er spurning hvort að Valsmenn er að fara aðeins út á hann. Hann skjóta þessu svolítið mikið á sama staði í markinu líka. Kemur Ímir, fín vörð hjá Gauta. Ímir mætti húsalega láta aðeins meira til sín taka Ágúst. Sammála því. Já, þeir reyndar eru mjög aggressífur út á honum og
En ég er saman því mér gæti verið búin að... Hann að stýra þessu vel og allt svoleiðis, algjörlega. en hann kannski mætti vera aggressívar oft á tíðum. Fín vörd hjá frömmurunum. Markús samskapi Klaufi. Og framarðin í bakið. Ólafur Ægir í árás. Já, fín vörd hjá Daniel. Áfram haldaður. Já, eitthvað mistiði sig Ólafur Ægir. Já, þetta er... Hann harkar þetta, þessi kallinn. Þetta er nagli. Þó hann sem er sítt á. Jæja, koma framarðir. Sigurður kominn inn á miðuna. Klippið fyrir Ólafur Ægir. Ólafur Ægir lofti. Hóta skoti. Vel. Glæsilega spila. Frábærlega spila hjá Óla og Arnar Öflugur. Ríkalega vel spilað hjá framörum og galopnuðu vörn Valsara. Kemur Bjarni og Valdimarsson inn á. Átti ágætt fyrir Já, fínn hérna í fyrir áleiknum. Markús í ára, sturla með honum. Heimir er eitthvað að kvíla í mig. Já. Og feskan fyrir loka átökin. Já. Fín vörn þarna hjá Óla Ægir. Óli er gríðarlega sterkur varnarlega og mjög góður á fótunum ár og mann. Hefur sýnt það í vetur með meistaralvögnum að hann er frábær varnarmaður. Algjörlega. Kemur Daniel í árás. Já, sjáu þið Ólaf Ægir. Hann er með sóknarmannin Ágúst fyrir fram að segja alla tíma. Já. Daniel í árás. Þetta eru þriðju tværmyndum ekki hjá Arnar eða? Þetta er Aðra, er þetta önnur brottið sinna? Fáránlega tværmyndur, ég verð bara fullir af það. Þetta er svona... Nei, ég veit ekkert hvort þetta sé með 2 öðrum. Daniel er bara happy, ég hefði hugsanlega geta flauta ruðning á þetta. Þetta eru þriðju, hann er komið rautt. Þetta er ríkalega blóðugt fyrir framarna og ég verð að segja algjörlega svo er að síðustu tværmyndur eru í besta falli vafasamar. Það er búin að vera tæpast og að ég getur sammála því en þeir hafa Arnar Freyr gerði í raun og verið ekki neitt í þessari stöðu. Nei, hann stígur inn í hann, nei. Þetta getur verið stórt atriði á framhaldi, slæmt fyrir framarinn að missa. Já, mjög slæmt. Já, góðan mann og Arnar út af. Það er spurning, það er menn stótt bökku saman og þétta sig. Þvílíkt skot hjá Daniel. Minkamunin er í 1 mark, 19-18, 15 mínútur búnar. Daniel kom með 6 mörk og Þetta er bara keppni milli Sigurðar Þorsteinsson og Daniel Ingarsson. Tveir frábæri vinstri bakverðir. Jæja, hvað gera framhaldið? Einu færri, þeir töpuðu kafla 2-0 en þeir skila... Daniel er bara að loka búrnu. Ég held að Sigurður Þorsteinsson sé eini maður sem hefur skorað hjá hann. Hann er búin að koma sterkur inn. Þetta galopnuðu þeir algjörlega slátruðu vörðun hjá Val en einu færri en slúttið daburt í miður fyrir framara. Gauti gerði vel en hefði mátt klára þetta. Þetta er rosalega góð barátta í Daniel að hýrða boltanum það. Sjáðu Sturla. Frábær slúttari. Virkilega öflugur línumaður. Sjáum það, Valsmenn eru búin að vinna þetta bara strax, komnir 2-0 bara á rúmri mínútu, 1:20. Þetta er þetta gríðarlega mikilvægt. Þetta verða rosalega loka mínútur á. Það er nú bara þannig, kemur Gauti. Klippir Óðinn inn, Óðinn fyrir utan. Ræðst á Daniel og hann, Daniel verður. Daniel Andri Valdísson, hvað er að koma? 4 bolta. Hann komið 3 bolta. Ég held að sé búin að fá sér 2 mörk, kannski 3 mörk eftir að koma inn á. Hvað gera Valsar að skila? Glæsilega slóta. Helgi að gera frábært mót virkilega vel slúta. Hvað gera Framarar? Þeir eru skiptum mark. Framarar skiptum mark.
Marki kemur ekkert smá efni. Það Viktor Gísli Hallgrímsson. Sonur Hallgríms Jónassonar. Ég markmanns á árum áður. Vel spila á fram. Daniel, hann að loka ramman. Vel dauðafæri. Það spurning hvort að Halli að fara að skoða að taka með leikli og svona aðeins að endurskipuleggja þetta. Þetta bæði að mista Arnar út og svo að mista hans tökki. Þeir eru búin að leiða meir og minna. Vel spila. Glæsilega að spila. Skila sér netið, jafna leikinn. Nei, komast einn yfir, afsækjum. Ragnar Þór kominn á línu. Já, línuna, já. Ég vil eitt hótninu eða fyrir utan. Já, hann er nú fyrst og verið kannski miðjumaður eða bakvörður. En hefur verið að leysa á vinstra hótnið og hann bregður sér allra kvikinn Talíki og kominn inn á línu og skila sér netið. Á leysi, glæsilega spila. Já. Og 2 mínútur. Já. Daniel Ingason með stóðsendinguna. Frábærlega spila hún. Bjarni skilaði sér netið. Framar þeir eru bara, sko, já hvað er þetta? 3-2 mínútur núna á 10 mínútur. Já. Þetta er dýr. Já, þeir eru bara pínu klöfar í brotunum. Þannig hann búinn að algjörlega missa manninn og bara hugsalega skynsamlega að láta hann bara eiga sig. Já, ekki að snerta hann. Jæja, hvað gera framararnir? Nú er eitthvað, áðan var 21-20 fyrir fram, en er þetta rétt staða? Valur er yfir, já. 21-20 fyrir Val. Þeir eru búin að snúa þessu núna. Já, heldur betur. Nauni faraður í lofti. Svílíkt og annað eins. Vel spila en Daniel að verja til 4. bolta. Hann er búin að koma ótrúlega sterkur inn núna. Þriðji markmaðurinn. Hann er ekki oft sem maður sér það að þeir komi inn og loki búrma. Já, Heimir er bara óhrættur við að skipta þeim og Daniel er búin að koma sterkur inn. Heimir hver? Heimir Ríkans. Heimir Rík. Já. Vel spilað. Ok. Magnús hefði geta gert betur hann, þetta er ekki dauða færi. Fer svona af hálkæring í færið. Já, hikka á honum. Já, framhættið verður að vera skynsami núna. Reyna að borða þessu upp tíma. Lúðvík leysinn á línu. Kemur Gauti í árás. Þetta er vítakast. Það er lítið og 2 á Sturla. Klárt mál. Ég held að Sturla geti eða ekki mótmælt þessu dóm. Nei, þetta er rétt. Þorsteinn Gauti gerði þetta vel, fór bara þarna á hann og bara vel gert hjá hann. Sérst okkur skotslít hjá hann, mjög hátt upp með hendina og svona aðeins öðruvísi hreyfingar heldur en kannski maður ávenja. Óðinn Þór Ríkharðsson á vítalínunni. Þetta jafna leikinn. Nei, hvaða típu af vítakasti var hann að taka þarna? Já, þetta var ekki. Ég held að hann sé ennþá að reyna átt að sjá því sjálfur bara hvað gerðist. Jæja. Það eru bæði lið einum færri. Já, það er bara 5-5. Já. En það er stuttra í framara, Vals með þullu núna að reyna og maður bara svolítið aggressífir á það. Vel gert, já, virkilega vel spila, já, Ími Þór Gíslasinni. Ími Örn fyrir gefiði og Daniel Þór Ingason skilaði sér nefn, virkilega vel spila. Frábær hreyfingi á Ími þarna og hann er ekki eigingi að þess að hann geta farið sjálfur og slúta sem bara losar hann á Daniel. Alveg ótrúlega segla þessu valsliði. Þeir eru búin að vera meira og minna undir svona stóra hluta leysins. Þeir eru komnir með í 2 mörk núna og framarðir í bara basli. Þá er Guðjón Andri Jónsson komin í hægra horni og Óðinn Þór Ríkharðsson komin bara út af. Já. Guðjón er mjög öflugur líka. Já, virkilega. Ég held að Framar þurfa aðeins endurskipulagsi. Þetta er sammála sig á Halla. Taka leikli og aðeins að róa sína menn niður og fara aðeins yfir stöðuna. Já, þeir hafa orðið fyrir áfalli. Arnar Freyr er dottinn út og þeir eru búin að vera dottið einum færri og svona. Þannig að þeir verða svona ráða ráðu sína.
Spurning hvaða tromp Halli á hendi. Já, það er mikil hérna, vel mætt ána leik, frábær stemning hérna og hérna og leikurinn bara í heilsinni búinn að vera virkilega hérna, skemmtulegur á að horfa. Já, frábær handbolti og gaman að þessu. Hvað er vonað núna? Hvaða tromp hann að fara að koma með núna? Ég held að Halli hafi nú bara svona aðalega verið að skerpa á sínum mönnum og hérna þeir munu núna að reyna að fá bara vel útfæra sókn og reyna að minnka þetta niður í 1 mark og svo bara er núna lítið úr eftir, þannig að menn þurfa bara að keyra át á fullu gasi núna. Það er ekkert nema að tæpar 10 mínútur eftir. Þetta getur ennþá farið alveg í báðar áttir og hérna búin að vera hníf í afleikur. Það getur allt gerst. Jæja, koma framarðir. Lúðvík, lesir inn, Sigurður. Hann er aldrei að vera að skjóta þarna, hann er að koma með betri árás. Já, ég held að þetta sé horfið. Þetta er hárið. Nú er eitthvað. Hvað er nú að gera? Eitthvað gerast hér. Guðjón Ell já, Heimir er að fá gult, sýnist mér, er það ekki? Á bekkinu. Heimir Ríkharðsson eða Guðjón, gult á bekkin. Guðjón Ell er eftirlitsmaður hér. Hann áminni bekkin eða fær dómarna í það. Jæja, þá kemur Ragnar Þór. Ragnar Þór á vítalínunni, Daniel til varnar. Ragnar Þór skora, Daniel hálsbreytt frá því að taka hann á bolta. Já, tæft var það. Já, tæft var það og framarði minka munin í 1 mark. Valsmenn er að fá mannin sinn inn á núna og hann hafur í eftirliðum núna fljótlega og núna bara þetta verða rosalega loka mínútur Ágúst. Sturla er komin inn, já. Framlegging kemur okkur ekki óvart okkur hjálónum með það. Nei, það kemur ekki opna skjöldu. Stillir í mér upp, kemur hérna, leysir inn, Daniel, utanverð. Fín vörð hjá Gauta. Í mér að fara aftur í Minsk. Svona Minsk öfugur einhvern veginn. Já, framandi vinna boltan, hálfpartinn áttu þessu ekki á því held ég bara. Skilur hann að Óla Ægir og Daniel Ver heldur betri en engin Daniel Andri Valdísson. Daniel er komið 5 bolta núna bara á stöttu tíman. Ríkala vel varðið. Ég held bara Daniel sé með 50 markvæslu. Já, þetta eru stóri bolta líka sem hann er að taka. Mjög svo. Framarðin, þeir geta jafna metin en Daniel sjá til þess að það gerist ekki. Jæja. 3 segir Ímir. Ímir segir 3 hérna, nú skulum sjá hvað það er að spila. Kemur hotni hérna út fyrir, Alexander kemur út fyrir. Klippir fyrir mark. Skref, þetta er hárið. Margir eru þetta dæmt fríkast, þetta var hárið. Gísli vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Jæja, hvað gera Framarar? Nei, Sigurvin Jarl fer út á Sigur Þorsteinsson, tekur hann uppferð. Framandi verður hann að leysa það með einhverjum hætti. Hvað ætlar að gera? Gauti kemur ár. Þetta er bara vel spila á Gauta og Ragnar Þór Kjartansson. Já, það er ekkert að kalla línumann, hann er komið 2 mörk að líka. Þeir eru að finna hann vel og hann er kannski ekkert mikið í blokkaringunum en þeir eru að finna hann og hann var að klára þetta vel. Já. Sjáum það Framar og Valsmenn fóru núna að taka Sigga bara út. Já. Sjá hvernig það mun koma út hjá hann. Já, það þurfa aðra að stíga upp með framinn. Já, flott vörð hjá Gauta. Hann er búinn að spila frábærlega. Virkilega vel, Sigurður, að Lúlla. Og hvað gerir Lúlli? Hann tekur á skor! Óhræddur! Nú spáði ég að Valsmenn taki leikli. Já, þeir fara að spá í það núna. Þeir þurfa ekki að taka leikli eða ekki núna fyrir 2050 mínútu eða þeir ætla að nýta bæði leikli. Já, kemur í
Sturla út, hann fer bara í Nei. Og hvað? Nei, hann er bara leik bara. Segur. Þetta er lagi. Þetta er lagi. Ágúst Jóhansson segir þetta Markus í árás. Þetta er flott reyfing af Markus. En glæsileg markværsla hjá Viktor í Gísla. Strákur sem í þriðja flokki. Mjög efnilegur. Gríðarlega. Kemur Ímir, þetta er virkilega vel gert hjá Ími. Nú finnst mér nú bara framarðir kannski hefnir að hanga inn á hana. Tveir sé, segir Heimir hérna núna. Já, Ímir er komið þau skilabót, 2 sé. Hvað er það, Ágúst? Ég veit ekki hvað hann er að spila þar en hérna skulum sjá hvað gerir. Það kemur hérna Hotna Júki svo kallar Daniel. Glæsilegt hjá Markus ólsegur. Hann er ólsegur. Það var góð reyfing hjá honum. Með mannin í andlitinu en skila þessu samt í neti. Jæja, hvað gera framarðir núna? Jaft, 5 mínútur eftir. Új, Ólafur Ægir, við það slepp ekki. Sjáum að Valsmenn halda áfram að taka Sigga út. Þá verða hinnir að reyna að leysa þetta. Lúli í hodninu, þeir á Sturla, gefur hann, Gauti og Ægir. Kemur í árás, Ragnar á hlaupubanninn á línunni. Og í heppina má gera þinn, en að Lúðvík, glæsilegt mark. Lúðvík er búinn að koma núna mjög sterkur upp hérna núna. Framliðir er að spila án Hotnamanns, vinstri og án línumanns. Og þá þurfa þeir bara að skila þessum mörkum einhvers staðar annar staðar frá. Algjörlega, og sjáum bara hvað Lúðvík er búinn að koma núna með 2 mjög góð mörk. Aggressífur, flottur. Númer Hotna Júki. Hotna Júki, það er X-ið gamla góða. Fín ára, Sigurvin, búinn að eiga frábæran hérna seinni hálfleik. Vel gert. Yfir á Markus, Daniel í dauðafæri, hann skilar sér neti. Þetta er bara dauðafæri fyrir Daniel, er það ekki Ágúst? Jú. Þetta er vel spila hjá Völsunum og bæði liður bara spila frábæran handbolta, Jaftál og öllum tölum og gríðarleg spenna hérna í húsinu nú. Nú bakka Valsarnir, þeir bakka frá Sigga Þorsteins. Þú sæla mæta honum kannski aggressív en þeir klippa hann ekki út. Nei, það er svona hálfgerði 5+1, sjá Ímir, reynda kemur Ímir út á núna. Heldur stöðunni við. Spilar yfir. Ok, áfram. Ok, fín vörðandi á Völsurum. Ólafur Ægir, hann er með skot. Daniel Ver. Enn einn bolti sem Daniel er að taka þeim. Hvað er að gerast? Og hvað? Hver er komin í gegn? Nei, hann skilaði sér neti. Þorgils Jón Sölu Baldursson. Takk fyrir. Hann skilaði sér neti. Og Valsmenn komnir yfir núna. Lítið og rétti, rétt rúmar 3 mínútur. Frábær stemning. Alltaf verið að segja það, alltaf verið að vitlaust í stúkunni. Það er bongosláttur og ég veit ekki hvað og hvað. Allur pakkinn. Hvað gera framhaldi? 3 mínútur eftir, staðan 24-25 fyrir Val. Sigur í árás, Ímir brýtur á hún. Nei, áfram með leikinn. Sigur er eitthvað að pyrrast það þýðir ekkert. Nei, hvað er hann að dæma? Hann dæmi skref. Valsmenn núna komnir í kjörstöðu. Algjör að kjörstöðu. Framarðir aggressífir en Valsarnir bara svo sem er rólir. Nú er Hafsteinn hérna. Það er spjald á bekkin, Haraldur. Fá spjaldi, það er nú ekki oft sem að þið sér það. Nei, hvorki Haraldur nýja Róland. Þetta er Rólandus menn. Þannig að þetta er Nei. Svona er þetta, hvað gera Valsmenn? Þeir fara aftur hérna að skipta stöðu. Framarðir gríðarlega aggressífi núna. Virkilega aggressífi. Markus, hann skila svo stullu. Nei, vítakast, þetta er rétt. Þetta er rétt í dómu. Vel gert, Markus hefur verið að koma núna upp hérna, bara að taka 2-3 núna mjög góðar ákvarðanir núna. Virkilega. Þetta er bara nýr Ólafur Stefánsson að það fæðast á liðrætt. Hann er búin að hrikalega flottu núna. Það fyrir Helgi. Þetta víti er mikilvægt. Og hann skilar sér netið. 1,5 minút, 1,40 sekúndur eftir.
Framarandi verð að skora. Já, en þeir bara eiga að vera rólega að gefa sér tíma. Það er nægur tími en þá, bara gefa sér góðan tími þess að sókn og spila upp á gott færi. Þeir eiga timeout inni eða ekki? Nei. Það er ekki svolítið það eru tvö timeout í öðrum flokki og í ynglokkunum. Það er þjálfa ynglokkunum. Þannig að það er ekki timeout eftir, það er bara Ólafur Ægir. Ói. Já, sæll, hann varð að reka hann út af. Ég meina, hann er aftan í honum. Þetta er að mínum að þið annarkot ekki neitt eða fríkast og 2. Já. Þetta getur reynst dýrt. Já. Ég held að þetta sé bara rétt á dómur. Framandi verða að nýta þetta og Valsarnir samaskapi, þeir verða að vera agaði núna. Gauti leystirinn, Ólafur Ægir í lofti, Sigurður í lofti. Þið er ekkert hík, Óli þarf að vera Nei, þeir eru bara allt og það er enn á ný og Ragnar hann skorar. Línumaðurinn sem veit ekkert hvað hann er að gera inn á línunni, en hann er komið 3-4 mörk í seinni hálfleik. Hann er komið 4 mörk, bila frábæla. Algjörlega frábæla, sammála því. 40 sekúndur eftir. Valsmenn eiga leikglíð eftir, Heimir tekur það núna rétt strax, ég er alveg samfara það. Þetta er erfið staða, þeir ná ekki að spila út. Nei. Þeir fá ekki. Hálf mínúta eftir, Valsar eiga 1 mark. Þetta er erfitt, hvað gerir? Það eru konið döfur, hann skorar, glæsileg, Sigurvin, Kóróna frábæra seinni hálfleikinn. Skilaður sér neti, 20 sekúndur eftir. 2 mark. Og þetta er í neti, 15 sekúndur, þetta er ekki búið Ágúst. Það er ekki búið fyrir það búið. Nei, nú fyrir hendinu. Þeir beittu upp hendin. Nei. Þeir eru að skila sig heim. Valsarnir að skila sig heim. Þetta er komið. Valur, Íslandsmeistarar. Í öðrum flokki kalla. Algjörlega frábært hjá. Þvílíkur karakter. Heimir enn eitt titill. Já. Þetta var Valsmenn voru bara heiltið betri og bara enn eitt titillin hjá Heimi, frábær þjálfari og frábær árangur hjá Völsurum. Þetta hefði getað enda hvort meginn sem er Ágúst. Já, algjörlega sammála því. Bæði liðin eða hróskilið fyrir frábæra framistöðu og ég nú segja það, Daniel markvörður hjá Val kom opbóðslega sterkur inn á síðustu 15 mínútum og ver 6 bolta þar á meðan að Markas var svona fjaraðaðans undan Markustunni fram megin en eins og ég segi mikið á frábærum leikmönnum í þessum báðum liðum, ekki spurning. Já, það eru bara framtíða landsliðsmenn sem voru að spila og koma. Það er fullt af efnilegum og flottum handboltaleikmönnum. Ekki spurning og bara virkilega vel leikinn leikur á báðum liðum og ég verð nú bara að segja að dómgæslan heilt yfir bara líka mjög góð. Þetta var ekki auðveldur leikur að dæma, mikil kappi í þessum strákum og mikil barátt enda mikið undir en þeir komust vel frá leiknum. Dæma þetta bara mjög vel, algjörlega sammála því. Þeir eru bara flottir í grunn. Bara flottur handboltaleikjur, flott umgjörð og það er allt til alls og glæsilegu sigur er ekki síst. Framarandi geta borið höfuðið á 8 samaskapi þráttur að hafa tapað. Þeir bara spiluðu fínan handbolta og fínan leik og þetta er bara, það munar litlu í svona, það er bara svoleiðis. Daniel Þór Ingason. Já, hann er var valið maðurleysins. Já, þeir bara ráðast á hann. Já, stór slasaður eftir þetta. Daniel frábær í þessu leik Ágúst. Já, og þetta bara eins og múin að koma margótt inn á mikið framtíðamaður. Opbóðslega gott skot og góður leikmaður, góður spilari, hann er góður að gera leikmenn í kringu sig betri og þetta er að fara langt í þessu. Algjörlega. Treystir fótunum, hann er duglegur. Það verða liðið í... Já, þetta er nú bara, Framar geta gengið stolti frá þessum vetri, það staði sig gríðarlega vel í vetur í öðrum flokknum og það er bara þannig í þessu að annar lið verður víst að tapa og það er víst hlutskipti Framara í dag. Það var auðvitað Ágúst, það var stórt skarð
þegar þið missa Arnar Frey út af þarna á, já, þegar 10-15 mínútur eftir að 12 mínútur eitthvað svoleiðis eftir af þessu leik. Það var stórt skarð fyrir Framarann að fylla. Það voru meira rúma 15 mínútur eftir þegar hann færi 32 mínúturnar og það segir sér sjálft að það er alveg saman hvort að veri hvaða lið það er að missa jafn öflugan leikmann út að er gríðarlega slæmt. Sérstaklega varnarlega. Já, ég meina það vantar ekki mörkin á línunni í seinni hálfleiknum en varnarlega er hann algjört akkeri hjá Frömmurum og var slæmt að missa hann. Sama tíma þá eins og sagðir, þá svona, já, fellur aðeins markveislan hjá Fram og þetta kannski helst nú oft í hendur af vörn og markveislan, hann er oft talað það. Já, ég meina það er alveg löggrétt, Arnar stendur gríðarlega mikla blokk þegar hann er í vörninu og er alltaf bara klár með sitt hot, þannig að eðlilega kannski dettur aðeins fellur aðeins markveislan en svona er þetta og Framar að þurfa bara að býti þetta súra epli en frábært lið hjá Fram. Já, framtíðin er björt. Svo má nú ekki labba frá þess að minnast á framistöðu Daniels Andra í markinu hjá Val. Hann kemur inn og bara, nei það er bara hann bara loka búrni á köflum sko, ver stóra bolta. Hann tekur 6 bolta á síðustu 15 mínútunum og af því eru bara örugglega 3 boltar á 6 metrum, mjög stóri boltar og hann svona peppaði aðeins upp að markvæslunum, enda var markvæslan kannski ekki búin að vera nægilega samfærandi framan að leikja á Val en eins og við sáum líka Heimir er óhræddur við að gefa markmannum séns og nota alla 3 markmannum sem eru mjög vel gert. Þetta er flott lið hjá Val, þetta er virkilega flott lið. Við sjáum Sigurvin Jarl koma opbóðslega sterkan inn í seinna. Hann sást kannski ekki mikið í fyrirháleik. En hann er á köflum að leiða þetta lið sóknarlega í seinna. Já, Sigurvin, þeir eru sterkur hægri vængurinn, Markus var líka mjög góður og hann byrjaði vel og kom svo sterkur upp líka á loka kaflanum. Já, Markus bara heilt yfir, alveg hrikalega flottur í þessu leik. Hann á svona kafla og svo sérstaklega eins og loka kaflin, síðustu 5 mínútur, síðustu 3-4 sóknir. Hann er að klára þetta. Já, hann var bara að spila mjög vel og hann sigla þessu heim. Og þó svo Ímir hafi kannski ekki skorað neitt mjög mikið, þá var hann að stjórna sóknarleiknum mjög vel. Bæði vörn og sókn, ekki gleyma varnarleiknum, algjörlega frábær það. Þar var mann nú sterkur í den. Já, hann myndi á ákveð mann, það verður bara að segjast alveg svo er. Já, þetta er ég held að Valsmenn eiga þetta skilið. Já, engin spurning, bara hrikalega flottir og já, lið með þetta þjálfara teimi, ég bara það getum alltaf tapa. Nei, þetta er ekkert smá teimi, þetta eru topp þjálfarar. Það vantar bara, já það var kannski að henda Alfred Gísla og Gumma inn í þetta og þá áttu bara að koma með Rjóman. Þá bara máli frá. Já, þá þarf ekki að spila á móti. En Ágúst, umgjörðin og þessi dagur, þetta er náttúrulega stórkost. Já, engin spurning og þetta er gerir handboltasambandi mjög vel og Fjölnismenn heiðurskilið líka fyrir frábær umgjörð og þetta er mikil og góð samvinna milli sambandsins og Fjölnismanna og þetta er bara algjörlega til fyrirmyndar. Gríðarlega gaman að taka þátt í þessu sem áhorfandi og ekki síst fyrir krakkana, bæði strákana og stelpurnar að taka þátt í að spila þetta. Þetta er bara veisla frá mótni til kvölds, það er ekkert flóknar. Ég menn, þetta er bara samkvæmi frá mótni og núna bara til 10 í kvöld. Þetta er bara rjómi íslenskra handboltamanna sem eru samankomnir ásamt sem ekki gleyma því. Þetta er ekki bara foreldrar Ágúst sem er að mæta þetta. Þetta er bara hinn almenni stuðningsmaður sem er að koma og styðja við baki á liðinu og eru bara að setja stóra svipa á þetta mót. Ekki spurning. Þetta er frábært. Það er bara svoleiðis. Jæja, þá er bikarinn að fara á loft. Það er Valsmenn Íslandsmeistarar Ölfuki kalla 2016. Takk fyrir. Og bongoðum byrjaði. Hvað er harmoníkan? Guðmundur B. Ólafsson, formaður HSÍ og Arnar Þorkelsson,
Gjaldkeri, HSI, afhentu velunni hérna. Það er náttúrulega ekki hægt að labba frá þessu öðru að rósa HSI fyrir sína framgöngu hérna. Þetta er gjössalega stórkostlegt. Það verður bara að segjast alveg svo er. Og þetta er nú búið að vera svo sem í mörg ári. Þetta verður alltaf flottar og flottar og betur og betur. Það er nú bara hann. Ekki spurning, algjörlega tek undir það. Við förum að segja þetta gott. Ágúst, þú kannski leipur yfir markaskorra, svona helstu markaskorra. Já, við sjáum hjá Frammi Sigurður Örn með 7 mörk, Ragnar Þór með 4, Ólafur Ægir og Arnar Freyr eru með 3 mörk, aðrir minna. Hjá Völsurónum er Daniel Þór Ingason með 8, Sigurvin er með 5 og svo eru þeir Markus og Sturla báði með 4 og Helgi Karl líka 4 og svo er aðrir með minna. Markvarslan var Guðmundur var með 1 skot, varði Ingvar Ingvarsson með 3 og svo kom Daniel Andri inn og varði 6 bolta. Hjá Framárunum var Daniel Þór með 10 skot og Viktor Gísli Hallgrímsson var með 2 bolta. Glæsilegt, við óskum Íslandsmeisturum Vals í öðrum flokki og svo sem öllum öðrum Íslandsmeisturum frá 4. flokki og upp úr innilega til hamingju og bara handboltahreyfingunni með þennan frábæra dag. Við þökkum fyrir okkur, Ágúst, ég þakka þér kærlega fyrir kvöldið og við segjum þetta gott, verið sæl.